Komið sæl. Í nýrri uppfærslu TT Snap nú hægt að tengja YouTube tengla beint inn í forritið, þannig að það hægt að horfa á YouTube myndbönd innan úr forritinu. Og það gæti verið góð lausn fyrir til dæmis þau sem að nota augnstýringu eða vilja hafa afþreyingu inn í forritinu sínu. En mér langar svolítið að sýna ykkur hvernig þetta gert. Það sem ég byrja á að gera að finna stjórnborðið og veljið ykkur stað hér til þess að búa til síðu fyrir YouTube myndbönd. Þið farið sérst upp í tannhjólið og pennan til að komast inn í stýrikerfið og svo veljið ykkur bara hnapp, einhvern auðan hnapp sem að YouTube myndböndin gætu birst á og ég skrifa bara YouTube. Og hér fæ þessa mynd hérna og ég ætla að hafa litin eins og hér gert, að finna hérna inn í stíl, bakgrunnslitin, vanilugulur, þannig að þetta verði í samræmi við hvernig forritið uppbyggt. Og svo segi ég hérna tengja á síðu og ég segi tengja á nýja síðu og þetta þá YouTube síðan og ég segi búa til og þá örun komin sem þýðir að hér ég búin að útbúa síðu sem ég geti opnað YouTube. Og ég gerði eina vitleysu, ég vil ekki að þessi hnappur tali vegna þess að þetta stýrihnappur, þannig ég ætla að fara strax tilbaka og henda talinu út, en ég vil bara hafa tengil. Ég ætla að henda talinu hérna út. Eyði því, þannig að þetta verði eingöngu stýrihnappur, hann talar ekki. Og þá ég komið með hérna auða síðu þar sem ég get sett inn YouTube myndbönd. Og það gert með þeim hætti að ég smelli á hnapp, auðan hnapp og svo bæti ég við aðgerð. Og þá þarf ég að skruna hérna svolítið langt niður og finna þar sem stendur spila YouTube myndband. Þar gefinn kostur á því að setja inn slóð og ég geri það og þá ætti að birtast hér. Sjáu að textin ansi langur og stór, þannig að ég ætla að taka hluta í burtu og hafa þetta bara gurragrís. Svo get ég valið líka að stækka hnappinn, en nú ætla ég bara að sjá hvernig þetta kemur út og ég ýti á. Þá heyrist nafnið á myndbandinu og myndbandi spilast. Og þessir hér hnappar líka tengdir við augnstýringuna, þannig að þau sem að nota augnstýringu geta stoppað og farið fram og tilbaka og komist út úr þessu aftur líka. Nú sem sagt hægt að nota þessa aðferð til að hlaða inn uppáhaldsmyndböndum. Já. Takk fyrir.